og ætlum að vera ferskir í fyrsta leik. Þú minnist á það svona eina áfalli sem þú lendir í núna, það er að missa hornamanninn. Þú ert náttúrulega að fá að vísu og bara, tvo frábæra hornamenn, bæði Óðinn Þór eins og nefndir á hann sem fastur orðinn 20 landsliðsmaður, Arnar Freyr Ársælsson frá Fram. Þetta kannski finnst mönnum kannski stærsta styrkingin í FH í sumar eða frá breytingi frá síðasta ári. Fannst þið sjálfum þú þurfa að styrkja þessar tvær stöður? Við þurftum að styrkja þessar stöður og við vorum að leita líka eftir eins og með Arnar Freyr í vinstri horni. Ég vildi fá hornamenn sem gæti spila líka, gæti spila bakur í vörn og jafnvel fyrir framan eins sem Arnar Freyr gerir mjög vel og aðeins sterkur varnarmaður. Hann sem gefur okkur meiri möguleika líka með eins og Gísla Þorgeir að geta að nota hann jafnvel í horninu og líka með Ásbjörn að geta að nota þá jafnvel í horninu varnarlega og svona aðeins hvílt þá þegar við þurfum. Þannig við þurfum ekki að spila kannski svo Ásbjörni okkar helsta kannski sóknarmanni og leikstjórn 60 mínútur bæði bakverði vörn og svo líka á miðjunni. Það tekur náttúrulega, það voru gott að geta svona aðeins hvílt menn en samt haft það inn á vellinum. Og það var svona hugsun og þetta Óðinn, við með Halldór Inga og við vorum með Halldór Inga eina nánast í allan fyrir þetta. Andri Hrafn var meiddur og við vildum styrkja okkur meira þar og Óðinn var náttúrulega frábær kostur og gríðarlega efnilegur hornamaður og Er hann ekki bara góður? Jú, hann mjög efnilegur en hann líka bara hefur sýnt það. Vonandi tekur hann bara stórstíðum framförum á næstu árum hjá okkur og það svona hans við ætlum honum og Arnar Freyr náttúrulega líka hefur tekið greiðlega framförum sóknarlega en hann hefur alveg möguleika á að bæta sig enn frekar en það eru líka bara flotti strákar og duglegir og það skiptir líka máli. Ekki hægt að segja að hópurinn sé sterkari en á saman tíma í fyrra? Jú, við viljum meina það að hópurinn sé sterkari en á saman tíma fyrir. Við höfum fleiri möguleika með hópinni ár. Það kom með Jóhann Karl líka inn í vörnina og líka annan svona stóran línumann eins og Ágúst Birgisson sem að gefa okkur líka mikla möguleika þar og þeir hafa verið að spila mikið saman núna og verið að vinna þá svolítið saman varnarlega ásamt náttúrulega Ísak. Ísak náttúrulega líka komin í þetta og hann náttúrulega bara að verða betri svona í skroknum með hverju vikunni og það líka bara mjög jákvætt og gefur okkur náttúrulega mikla breytt. Hann svolítið í land sóknarlega en mér sýnist hann auðveldara með að komast inn í varnarleikin allavega eins og staðan núna en hann mun vera bara hann mun þurfa að nota þennan tíma alveg bara í allt næsta tímabil bara að koma sér aftur á beinu brautina. Og það var náttúrulega mjög erfitt fyrir hann síðast tímabil. Lítur að vera stærri markmið fyrir þennan vetur. Hver eru svona markmið FH í vetur? Við erum bara ekki búin við vorum meðal annars að vinna í markmiðunum núna fyrir norðan og nýttum ferðina vel í ekki bara þessa leiki heldur líka svona að stilla hópinn saman og það er svona hlutur sem að ég og Árni Stefán aðstoðarþjálfarinn eigum eftir að taka saman og fara yfir með þeim en við gefum þau bara út lengt og að setna þegar við erum búin að fara yfir þau saman sko. Ég þykist vita allavega að eitt af markmiðunum að byrja kannski bara betur heldur en á síðasta tímabili. Jú, við erum náttúrulega búin að setja okkur mörg svona smá markmið bara líka sem hópur og við fórum líka ég og allir kringu liði fórum bara mikla nafnaskoðun eftir bæðum áramót og svo eftir tímabilið og ég leiti í barm og sjá bara til þess að sjá hvað svona og fara yfir þetta, hvað maður getur gert betur og hvað við hefum gert rámt í sjálfu liðsins og þess að þar og við breytum ákveðnum hlutum og ákveðnum hlutum heldum við og þannig að auðvitað maður alltaf líka bara að reyna að þroskast á milli ára og ef eitthvað sem gengur ekki upp þá reynum maður að breyta, ef eitthvað sem manni finnst ganga og reynum að halda í það þannig að það er mjög margir hlutir auðvitað sem maður þarf að fara í gegnum þegar maður er að stjórna svona liði og þess að þannig að við auðvitað reynum að bæta okkur á milli ára og okkur langar náttúrulega að reyna að koma að miklu kraft inn í þetta tímabil en deildin er sterk og hún er tölvöld sterkar heldur hún var í fyrra. Það eru margir nýir
öflugir leikmenn komnir inn í deildina. Það má bara leikmenn eins og Róbert Aron og Sigurbergur, ég meina þeir styrkja deildina gríðarlega. Ég meina það útlendingur á Akureyri, það útlendingur í Val. Ég meina eins og staðan núna 2 útlendingar jafnvel á Akureyri og með úkraínskan hotnamanna líka í mótinu helgina. Þannig að og kannski einhver fleiri lið að styrkja sem útlendingi, ég veit það ekki, maður heyrir alltaf einhverja sögur. Elvar Friðrik sennilega að fara í Gróttu, ég held að vera hættur, en hann sennilega að fara í Gróttu, þannig að Óli Gúst kominn í Stjörnuna. Það var staðfest á hann? Já, Óli Gúst kominn í Stjörnuna og ég meina það, Bubbi Sveinbjörn kominn í marki hjá Stjörnuna líka. Þetta er allt strákar sem að styrkja deildina alveg gríðarlega og það er bara jákvætt og við náttúrulega hinn liðin sem erum ekki að fá þessa styrkingu auðvitað, við þurfum náttúrulega að passa okkur að vera ekki eftir en ég er mjög sátt við þá styrkingu sem við fengum og við förum á þessu liði allan inn í mótið og erum mjög sátt við það. Fyrst þú minnist á Óla Gúst, náttúrulega gamall erfæðingur og hann var mikið orðað af ykkur, var hann nálægt að fara í FH? Nei, við ræddum við hann og það var hans ákvörðun að semja við Stjörnuna og það er raun og veru ekkert meira það að segja. En aðeins aftur að hvernig þetta verður núna í vetur, þú varst náttúrulega með bæði karla og kvennalið á seinasta tímabili, var það að há þér mikið? Já, það svo sem hægt að líta á það, úrslitin svo sem ljúga ekki neinu en ég það var kannski aðeins erfiðar að halda yfirsýn, ég held að ekkert neitt mál þegar maður koma kannski vinnunni inn á gólfi að þess áttar en svona að halda yfirsýn með bæði liðin og allt þetta sem að tilheyrir kannski fyrir utan liðin og ég var alltaf líka yfirþjálfari yngri flokka og það var kannski svona full margir hlutir sem voru voru kannski á mínum herðum mörgu leyti og við náttúrulega einfölduðum þetta mikið núna er ég náttúrulega með meistar á kalla, er yfirþjálfari í FH og handboltastjóri en verð aðstoðarþjálfari á Róland, ég mun vera með hann í leikjum og aðstofna þar og svona að þess áttar sko. Þannig að lögguskórnir eru ennþá á hillunni, enn sem kom með það? Já, einmitt er það nú bara þannig að ég sagði upp bara núna daginn, þannig að allan lítur út fyrir að ég sé að ganga út af því starfi allan í bili. En þú ert nú ekki bara búinn að fá leikmenn þú ert náttúrulega líka búinn að missa menn svona Brynjar, Theodor, Andri Berg. Þér finnst þú hafa fyllt í öll skörð og rúmlega það? Hvað segir ég? Heyri svo illa í þér. Þú ert náttúrulega búinn að missa leikmenn eins og svona þeir sem koma fyrst upp í hugan eru Brynjar, Darri, Theodor og Andri Berg. Finnst þér þú hafa fyllt í skörð þeirra og kannski rúmlega það? Já, við teljum okkur. Við náttúrulega, Benni fór náttúrulega líka, Benedikt fór náttúrulega líka frá okkur og við svona og við töldum okkur þurfa að styrkja liðið og vildum fara kannski leiðir þar sem við gætum eins og Jóhann Karl og þess áþarlega hann geti styrkt okkur bæði varnarlega og sóknarlega. Teddi var náttúrulega búinn að vera meiddur svolítið í síðasta vetur og svo fór náttúrulega Daniel Mattiasson líka frá okkur og við mistum Hlín líka, Hlínu Bjarnar fór líka frá okkur og við erum búin að minnka hópinn töluvert svona í kringu, við vorum með náttúrulega svolítið marga líka leikmenn og við töldum okkur þurfa að breyta svolítið aðeins að mörgu leyti umhverfinu hjá okkur og það var mín ákvörðun að gera það og svo erum við bara að sjá hvernig það verður hjá okkur. Við erum allan með 15-16 leikmenn í hóp, í okkar æfingahóp og teljum okkur vera með sterkt lið, við erum með mjög jafnt lið en við erum ekki með of marga leikmenn, við erum með 2 leikmenn í hverju stöðu. Nú náttúrulega var lengi vel útlit fyrir að Daniel Freyr myndi koma heim í markið, svo var ekki og farið markmann frá Selfoss í staðinn en núna segir sagan að hann sé meiddur og verði jafnvel ekkert með fyrir en eftir áramót. Hver verður þá markmaður með Gústaf? Já, ég veit ekki hvað hafi þessar upplýsingar að vera meiddur frá áramót. Hann varði 20 bolta á móti HK bara núna síðustu helgi í mótinu á Akureyri og mun spila á móti Selfoss í æfingarleika á fimmtudaginn, þannig að ekki er að meidnari heldur það. Er hann ekki að fara í aðgerð? En hann, hvað segir þau? Er hann ekki að fara í aðgerð? Mjöðmaðagerð? Birkir, jú, hann fór í 2 aðgerðir og bara er að koma upp úr því og
Birkir flottur strákur, hefur hérna komið góð karakter og strákur sem var fyrirlið í Selfossliðinu og hefur reynslu og okkur vantar markmann líka bara með reynslu með Ágústeli og þegar hann hugsa þeir eftir að mynda mjög gott kombo þarna í markinu hjá okkur. Þeir vilja hjálpa okkur öðrum og eins og segi, Birkir spilaði einn leik í mótinu síðustu helgi og stóð sig gríðarlega vel. Eitt svona kom upp svona í sumar kannski öllum óverum og kannski ekki, ég veit það ekki. Mér langaði kannski að fá svona þitt álit bara á því að við svo sem hefur ekkert heyrt frá fæðingum. Andri Berg kemur í fjölmiðla og einhvern veginn fór svona ekkert fögrum orðum uppeldisklúbbinn sinn sem hann kallaði og sagði að hann var að skilja illa við sig og vildi ekki semja við sig. Já, það voru ákveðnar ástæður fyrir því að við vildum fara þessa leið með að semja ekki við Andra Berg. Það eru bara svona hlutir sem að við kláruðum okkar mill á fundi og ég sá bara þær ástæður og ég finnst svo mikil ástæða. Ég finnst ekki vera rétt að fara með það eitthvað í fjölmiðla. Hann svo sem getur sagt það sem hann vill það, en þetta var alltaf bara mín ákvörðun að breyta og það er nú bara þannig. Í öllum íþróttafélögum þá er bara það er ekkert verið að ýta hann inn með hendar inn með burt. Við erum alltaf bara snýstu það að við erum líka bara með ákveðið budget á liðinu og við erum að reyna að vinna okkur eitthvað framar og þess aftar og ákvörðun var mín sem þjálfarans að vilja breyta. Ég var með Andra Berg þar sem að ég taldi mig ekki geta að nota sóknarlega og bara varnarlega og ég vildi líka breyta með varnarleiknum og þess vegna var þetta ofan á sko. Svo sem ekkert meir það að segja raun og veru sko. Nei, nákvæmlega. Við ætlum að hleypa þér frá eitt í lokin. Það er leikur á morgun sem að margir tala sem svona fyrsti leikur tímabilsins. Nákvæmlega ykkar Haukar og Valur. Fæ ég til þess að spá fyrir úrslit þessa leiks? Já, er ekki Haukar og Valur búin að mætast í 2 mótum og Haukar búin að vinna með 10 mörkum, 8 mörkum. Já. Þau ekki segja að Valur vinni með 1 á morgun. Já. Þú ert búin að spila við bæði þessi lið á undirbúningstímabilinu? Já, Haukar náttúrulega ógnarsterkir og eiga eftir að koma til. Þeir bara slípa saman, Gunni hefur verið að koma 9 mörkunum inn í þetta og Jannis búin að vera eitthvað meiddur í öxlinni, þannig að hann hefur verið að spara hann náttúrulega líka fyrir Evrópukeppnina. En ég held að Valsararnir eiga eftir að býta vel frá sér og þeir eftir að slípa saman. Hann er margir nýja leikmenn. Ég meina það ef við horfum á þá er það Anton og Óli Ægir og þarna Jósef Júris Grigits, nýju útlendingarnir þeirra. Og Alexander náttúrulega er kannski eini leikmaður þarna, svona kannski byrjunleginu sem er fyrir utan, sem er var náttúrulega fyrra. Allir Báru náttúrulega hefur ekkert mikið spilað heldur, það var búin eitthvað meiddur. Ímir hafa komið flottur inn í þetta, ég held að hann er eftir að vera svona svolítið X-faktor fyrir þá vetur, hann mun gefa það mikið ef að hann og mun koma aldrei sem sterkur svona póstur inn í þetta lið, þó hann sé ungur þá er hann flottur og mikið leiðtogi hann, ég held að hann er eftir að koma sterkur þarna inn ef að Óskar Berni og Gulli Nótan. En ég held að ég hef ekki spá Val eins margsigur á morgun þó að sé kannski þeir koma eitthvað á það sem við horfum á stuðulinn. Já, ok. Ég hef ekki kannað hann. Ég veit ekki hvort hann sé inni sko. Nei. Segir nú bara svona. Ég held að svona fljótt og liti held að Haukarnir eiga að vera kannski sigurstranglegri, en ég bara vona að þetta verði flottur leikur og verði svona ágætis byrjun á mótinu. Ég held að það sé bara mjög gott. Við til dæmis, F-fangar ætlum að vera með fyrsta leik hjá okkur á sunnudeginum 11. í Kriganum og við ætlum að smala inn, við erum með frítinn og smala inn af F á Breiðablik í fótboltanum. Já, ok. F á Breiðablik verður kl. 5 og við ætlum að vera kl. 19:15 og
hreinsa stúkunar og við ætlum að vera með 1500 manns í húsinu og við ætlum að byrja þetta með stæl og það mikill hugur okkur í vetur og með líka bara umgjöruna og allt í kringum FH, við erum með komið framkvæmdastjóra í full starf Sigurgeir Árni Ægisson og við viljum bara spýta í og vonandi bara líka eru fleiri lið tilbúin til þess að bara gera meira, við þurfum öll að gera meira í handboltanum, það bara hannig. Halldór Jóhann Sigfússon, þjálfari FH, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Takk svo og gangi vel. Já, það eru náttúrulega fleiri viðmælendur núna næstunni. Við ætlum að fá held ég Adda P næst. Já. Adda P. Við heyrðum hann Halldór Jóhann tala Akureyrarliðið að hotnamaðurinn sem var að leika þar og enginn svona sem ég veit sem hann almennilega hvenær hann kom eða hvort það búið að semja við hann. Það eru upplýsingar sem að ég hef að hann hafi verið að spila síðast í Litáen með Stropus og nýja útlendingum hjá þeim. En hann tala líka hann Halldór Jóhann að þetta sé nú ekki alveg eins slæmt maður óttaðast með markmanninn. Nei. Hann góður fréttir fyrir að fá. Og þessi Úkraínumaður er búinn að vera valinn besti réttindi hotnamaðurinn í 2 ár í röð á Litáen. Stebbi, fyrst að þú ert hefur sástu þennan, nú voruð þið með þetta mót í beinni á netinu, sástu þennan Úkraínu? Var hann ekki að spila fyrir Norðan? Jú. Nei, ég sá hann nú ekki spila, ég kíkti eitthvað aðeins af þessu en þá var hann nú ekki í horninu, þannig ég því miður get ekki gefið neina svona nákvæma skýrslu á honum. Hann er samt búinn að gera tilboð. Já, það stendur á því að hann er búinn að samþykkja tilboð Akureyringa, það forsendur sem ég hef og heimildir sem ég segi eða hef að það er búið að semja við hann og hann er klár og hann er komið með peysu og allt. Eina sem stendur á það er ekki komið atvinnuleyfi. Hann er fyrir utan EU. Já. Já, það fara að heyra í næsta viðmælanda, hvað segir þið? Erum við með Vestmannaeyinginn á línni. Arnar Pétursson, hann er núna næstur dagskrá fyrst stutt skilaboð en þeir eru hérna í sportþættinu Lúther Gesson, Þorsteinn Haukur Harðarsson, báðir á 51.is og þjálfari Selfoss nýliðana í Óli Still Karla Stefán Árnason. Fara ekki langt, handboltaumfjöllin hérna alveg til 11 í kvöld. Þú verður að smakka nýju ísflögina frá Kjörís. Jóker ísflögin er frábær bragðbland.